Sko, ef við förum aðeins yfir söguna, þú ert að tala 10 ára sögu, það alveg klárt mála því að við hagnast á því samkvæmt þessu að vera í Kauphöllinni. Það allavega að þeir eru með gengi. Ég meina, Kauphöllin hefur einhvern veginn hjálpað ykkur að vaksa. Kauphöllin í mínum huga er alveg feikna gott aðhald í rekstri. Já. Feikna gott. Þú átt samtalið 4 sinnum á ári við hluthafan og það er mikið aðhald í að sérstaklega sem að nærir þá okkur sem að segjum við ætlum að skila ábyrgum og góðum átringarekstri. Það er það sem við höfum mest áhrif á. Það er svona, hefur áhrif á okkar daglegu störf. Þannig að vera á hlutafjármarkaði hefur reynst okkur mjög vel hvað þetta varar. Enda líka getur sagt að það er það breiður hópur, það er svona 1200 hlutafar tæplega hjá okkur og skiptingin góð. Hvað, við erum að tala litla hlutafana. Já, einmitt. Hvað eru þeir stór? Það eru ofáir. Það er náttúrulega leiðandi hlutafar í félaginu. En það er lífeyrissjóðirnir eru með 52%. Já, eins og allstaði náttúrulega bara. Síðan eru svona fjárfestar, getur við sagt. Þeir samanlagt eru með svona 35% sem að mér finnst líka mikið varið í, þar að segja, við getum þá sagt, þessir aðilar eru að koma inn og eru nokkrir sem að telja upp á þeir eru einhverjir 7 sennilega. Komar ekki gegnum hlutabréfasjóð eða þarna hjá Stefni á sínu? Jú, passar. Ég man þetta rétt. Og þetta eru aðilar sem að eru þarna getur sagt fyrir eigin pening, þá er ekki að tala illa lífeyrissjóðina í þessu, það alls ekki, en þetta eru aðilar sem er þarna fyrir eigin pening, þannig að þeir hafa miklar ambisjónir, mikil metna fyrir hönd félagsins að ná árangri. Þannig að það helst mjög vel í hendur. Síðan getur sagt svona aðilar eins og þið, bara hluthafarnir. Já, bara þeir sem eigum 100 kallana og 500 kallana. Þeir eru of fáir, en samt þannig að við erum svona tæplega 1200 hluthafar. Þannig að þetta eru, þeir eru svona þá í því samhengi losaðir 1000 manns.